Reykvíkingurinn Andri Þór Björnsson heitasti kylfingur landsins þessa dagana en hann sigraði sannfærandi á símamótinu, öðru móti ársins á Eimskipsmótaröðinni. Mótið fór fram á Hlíðavelli í Mosfellsbæ en þetta var í fyrsta skipti þar sem keppt þar á Eimskipsmótaröðinni. Andri Þór gaf tóninn fyrst á daginn þegar hann setti glæsilegt vallarmet á 64 höggum eða 8 undir pari. Andri endaði mótið á 12 höggum undir pari og sigraði með 2 höggum en Magnús Lárusson sem keppir undir merkjum golfklúbbsins Jökuls á Ólafsvík gamall heimamaður í Mosfellsbæ og veitti honum harða keppni. Magnús keppti mikið fyrir nokkrum árum en sýndi að hann hefur engu gleymt. Hann vakti athygli þegar hann púttaði með vinstri með góðum árangri en sló höggin með þeirri hægri. Íslandsmeistarinn Þórður Rafn Gizurarson lék best lokadaginn á 1 höggi undir pari og tryggði sér 3. sæti í mótunum á 7 undir pari. Ragnar Már Garðarsson úr GKG var 4. á -5 og heimamaðurinn Theodór Emil Karlsson var 5. á 3 höggum undir pari. Andri Þór var að vonum léttur eftir annan sigur ársins, fullt hús hjá kappanum og Ísak Jassonason, fréttamaður á Kylfingi, ræddi við sigurvegarann eftir mótið á Hlíðavelli. Ég bara búinn að æfa vel og ég minna hafa gott veður sem býður upp á gott skor, góðu völlur. Já, það eiginlega bara þannig, sló vel, púttaði frekar vel, það gekk svona allt nokkurn veginn upp, þannig var þetta bara. Fyrst einhver 8 undir pari, ekki einn skolli, varst að pútta öllu í? Ég segi það nú ekki, en þetta var virkilega gott, mögulega besta sem ég gert hingað til, eða ekkert mögulega, það það bara. En jú, ég var bara slá vel, sló mig nálægt og hólaði hana 8 pút, það var bara þannig. Nú ertu komið 2 sigra í röð á Eimskipsmótaröðinni. Hóleikjarni næst, verður þú með? Nei, ég verð ekki með, ég fer til Wales núna á föstudaginn og er að fara að spila og já, ég verð ekki með, því miður. Hvernig varstu völlurinn? Hann var geggjaður, hann var í mjög góðu standi og það var gaman að spila hérna. Þetta náttúrulega viðbót við mótaröðina og ég kunni vel við hann, grínin góð, völlurinn bara í toppstandi.